því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilji það og ég veit anskotan ekki neitt það sem að fólkið að fást við og það á sannarlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólann Íslandi og þú ert að rannsaka jökla. Já. Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju ertu að því? Já, það góð spurning. Ég byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta getur verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fyrst skipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólann í Reykjavík, flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Björnssyni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með Jöklarannsóknarfélag Íslands og þá fekk ég jöklabakteríuna sem að mjög margir fá og Jöklarannsóknarfélag Íslands, Jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var, ég byrjaði að rannsaka svona í byrjun 9. áratugsins, fyrir ekki 10. 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig þeir bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður, Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957, það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerðir kort af fullt af svæðum í Alaska og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálfkæringi þá reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlófum svo. En síðan þá, þess að 3 áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleiðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir bráðna og þá yfirborð sjávar hækkar. Einmitt. Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það er svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það. Já, vera úti. Já, þetta er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, þetta er ekki svo félagsfræðingarnir sem eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helst í einhverju tjaldi. Þessi nógu vont veður úti, það er sem valla hundut sigandi upp á einhverju jökli. Það eru bestu dagarnir í vinnunni. Já. Og ég gerði það líka með til skemmtunar, þannig að... Á hverju er það? Hvað er ólíkt? Ég myndi aldrei detta í hug. Hvað er ólíkt með þér og mér? Já, það er góð spurning. Það er eitthvað svona við að geta gert það. Ég get það. Já. Og ég er með bæði útbúnaðinn og þekkinguna og reynsluna til að vera úti. Jafnvel þó að sé ómögulegt. Og það er svolítið skemmtilegt. Og þá ertu að tala bara svona persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður. Já. Að kunna að fara á klósitið þetta sé ekki hægt að fara út í tjaldinu. Já, og það getur verið svolítið erfitt. Já, og elda eða borða eitthvað. Já. Og vera með réttan útbúnaðinn og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum. Stundum getur það verið. Verður ekki minna og minna, er ekki hægt að bara fljúga yfir og mæla þetta allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda. Við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhræringunum á Reykjanesi. Það sem að menn stinga bara niður einhverjum mælum og einhvern veginn geta hlustað djúpt ofan í jörðina. Hvað er að gera þar? Já. Og við gerum það sama með jöklana. Við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dálítið nákvæmar heldur en í símanum. En tækið skilið eftir bara ofan á jöklinum svona við setjum borum niður stikum og mælum stöðugt. Það er náttúrulega ekki langt síðan og þannig að 96 þegar ég var í Alaska þá var í rauninni svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp öll þessi gervitungl, GPS-tunglin
og það var, nú þarf þú að hjálpa mér, það var eitthvað Íraksstríð eða það var eitthvað að þeir áttu ekki nógu mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afrugla merkið. Þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru að nota að fá alveg rosalega nákvæm, þess að gáttu fengið niðurstöður af því að Bandaríkjamenn þurftu að hætta að rugla merkið sem að þeir bjuggu til sjálfur. Og þeir gáttu afrugla það sjálfur en ekki hinir. En á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfu alveg meira háttar áhugaverðar niðurstöður. Bæði fyrir jarðskorpuhreyfingar og sem voru meiri heldur en fólk bjóst við eða? Já, nákvæmari og þá var verið að þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir ísjá og þá var Helgi Björnsson ásamt mörgum öðrum sem að þróuðu þessa aðferð til að mæla þyktin á jöklunum og þá sér það er svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran, séð sem að voru svona eins og staðsetningatæki sem að skipin notu til að finna, að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana. Eyjabakkajökull og vesturhluti Vatnajökuls voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessari ísjá og síðan eftir 95-6 að þá sást hvaða leið var keyrð, því þá var GPS-tæki sem að mælti staðsetninguna. Og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við botnin með því að hafa mælt þyktina frá yfirborðinu. Þetta eins og bara þú ert að mæla þyktina á hafinu. Já, bara dýptarmælir. Dýptarmælir, já. Þannig að það var ísdýptarmælir í Ísjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en hann haga sér á undarlegan hátt sem við getum talað um senna líka en Hofsjökull og Langjökull þá gátum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reiknilíkanamaður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökull. Og þá var akkurat það var svona í upphafið þessar loftslagsbreytinga hugsana og þá var ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana. Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota og hvorki loftslagslíkunin ísflæðilíkunin. En núna, aftur, 20 árum seinna, þá erum við að vinna með miklu betri og nákvæmari gögn. Þannig að reiknigetan orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu og fengið eitthvað sem var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990. Það var ekki hægt. Og það er svo stuttur tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbeinandinn Hilmar sem var hann í Sviss og Almut Íken heitir hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var með svona gataspjöld í svona bakka og reiknaði. Þannig að það er ekkert lengri tími og svo allt bara getur við reiknað alveg rosalega mikið. Þetta breytt náttúrulega öllum vísindagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út miklu flóknari myndir sem eru að draga fram. En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru Sviss jöklarnir í Ölpunum voru í fréttunum bara í vikunni af því að það er svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni þar sem að vera að lýsa því að það væri ekki allir skipaflutninga væri eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og þá var eina því að ástæða fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir. Þannig að þeir væri ekki að fóðra árnar. Þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum. Já. Er það svo? Já. Og jöklarnir hafa, við getum kallað gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér. Og láta hana leka og svo leka rólega yfir sumarið. Já. Þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka. En er það svo að jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipur og sjón? Já. Og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi. Og þeir munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður? Ekki jöklarnir. Og svo er spurning hvað úrkoman gerir
Og úrkoman rennur þá bara öll Já. Bara í sinni árstíð, það engin sem engin uppistuðlón jöklana. Nei. Og það sami að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðarleg úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á þá öll samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomutímabilið verður þá líka bara rennur allt til sjávar. Og svo þegar úrkomutímabilið er búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrjónagranna og getur átt gríðarlegar afleiðingar. Já. Í Evrópu er verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið þannig ef að Rín var svona breið að gera hana bara svona breiða eins og skipaskurð. Já. Ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn eru að byrja að tala um þetta. Já. Og það er margs konar aðlögunir sem að þarf að gera. Við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það er bara líka dæmi ef þú hefur keyrt Skeiðará sand nýlega. Þar er löng stór brú yfir Skeiðará sem er alveg þurrt. Er ekki. Nei, og þá núna er bara svona komið, það bara að því þú gerðir þessar hreyfingu, það bara svona lítil brú núna yfir Skeiðará vegna þess að Skeiðarárjökull er búin að hopa og vatni fer allt yfir í nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt bræðsluvatni úr Skeiðarárjökli fer þangað en ekki í Skeiðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar, gríðarlega breytingar og svo einmitt afleiðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleiðingarnar eru margvíslegar. Það má ég byrja á orsökunum. Af hverju eru jöklarnir að bráðna? Já, það eru loftslagsbreytingar af mannavöldum. Og miðflokkurinn er ekki á því. Hvað séru? Það eru margir í miðflokknum sem er ekki á því að þetta sé að mannavöldum. Ég sko það er hægt að hafa margs konar skoðanir á hlutunum en þetta er bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir, þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis að þá hefur koltvísýringur í loftinu aukist og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per miljón, það heitir ppm og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði bregðast við loftslagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar og til dæmis Suðurskautslandsjökullinn hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem fer næstu 1,2 milljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur í tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per miljón í þessi 800.000 ár þannig að þegar það var kalt nú þegar ég hugsa aftur, nú þurfum við aðeins að hugsa mikil koltvísýringur, þá var hlýtt og svo það var kalt, þá fór það niður í 280 hæðst upp í 380 og hvað eru við núna? Við erum komin yfir 420 Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það er margir þaðan meðal annars Sigmundur Davíð hefur svona véfengt vísi til þessu leyti að þegar þau segja að þetta er ekkert að mannavöldum, þetta er bara eðlilega sveiflur sem eru í loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira en þetta og þessar boranir í Suðurskautslandinu sína svo er bara ekki. Það er sína að síðustu 800.000 ár hefur koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380. Það er svolítið langur tími. Sko. Þetta er 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðarbyltingin? Það eru 2000 ár síðan. Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að við fórum að brenna þegar, hvað kallum við vélarnar, bara nú man ég ekki hvað, sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búið til rafmagn og svo framvegis, við þekkjum þessu sögu. Það er bara 150 ár og það er það sem er eins og viðmiðið fyrir innbyltinguna, þá var hitastigið ákveðið og við vitum það og það er náttúrulega það er engin launung, hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að ræða.
getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir iðnbyltingu? Af hverju þessi sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var? Það eru margvíslegar ástæður fyrir því. Það er trén draga til sín koltvísýring og þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér, þá anda þær súrefni, anda frá sér koltvísýring. Þannig að það er náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður oljan til, þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau geymdu og úrverður olja, þannig að oljan í rauninni ekkert nema lífrænn massi sem hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur oljan og brennir henni öllu, þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur verið. Og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitastig jarðar? Nei, það sem við kallum gróður húsalofttegundir. Koltvísýringur er ein af þeim, vatnsgufa er önnur, metan sem geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku, það sem er sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bráðnar, þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar. Þannig það er alls konar hlutir. Þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrjað nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað kallum við það? Við erum bara búin að setja af stað tilraun. Stjórnlaus. Já, og við vitum ekki hvernig það endast. Við erum að gera tilraun sem við höfum enga stjórn á. Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á síðustu miljónar. Þú ert eiginlega að lýsa því að við erum komin yfir í eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Við erum aldrei gerst áður í jörðinni. Og það er ekki að draga úr þessu. Nei. Því að þetta getur verið víxlverkun eins og þú nefnir með sífreran. Að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og er komið út fyrir okkar. Við getum ekki farið og frist sífreran aftur. Og það sem það breytingar sem við erum að gera núna á 150 árum það var aldrei gerst svona hratt af því það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei. Þannig að núna það er fullt af hlutum sem að mannfólki er að gera sem að verður til þess að það kannski þessar náttúrulega breytingar eru margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni. Þess vegna hefur verið búið til hugtaki mannöld. Nú lifum við á mannöld, já. Sem er það að við höfum raunverulega meiri áhrif bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað. En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklarnir hopa. Já. Við höfum ef að verður bráðnun jökla, þá breytist hafstraumar. Já. Það er eitt af því sem er bara mjög erfitt að segja til hafstrauma og hvernig þeir munu bregðast við. En það er til í jarðsögunni dæmi þegar sem að Golfstraumurinn hefur stöðvast. Það var til dæmis þegar jökullinn sem lá yfir allri Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur Grænlandsjökull og svo var þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það er svolítið áhugavert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Sagan sem er geymd í Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum. Þá var ísöld. Allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og öll Norður-Ameríka og svo Grænlanda sjálfsögðu líka. Síðan bráðnaði þetta. Þannig að þá fór alveg gríðarlega mikið af fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að Golfstraumurinn eða hafstraumurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, það er í rauninni amok, að það er í rauninni hafstraumurinn fer norður, hann kólnar og sekkur niður og fer niður undir. Þetta er svona versti hringrás. Þegar ísöldin var að slaka á, þá sloknaði þessu. Já, og hvað viðkvæmt kerfið er núna að Grænlandsjökull er að bráðna og mikið af fersku vatni fer úti. Það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því. Það eru margir, ekki ég, nú þurfum að fara að tala við haffræðing kannski til að komast að því betur. En það sem við skiljum er að þegar ísinn bráðnar, þá hækkar sjávarstaðan og ég er ekki að spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandið sé að bráðna til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem er geymt
í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að vatni sem bara Grænlandsjökull og Suðurskautslandið eru 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru gríðarlega stórir. Það er bara heill landmassi, hvað er þetta, kontinent? Hvað er það nú á íslensku? Álfa. Sem er þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu stendur í hafinu. Þannig að þar hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það er hluti af Suðurskautslandinu það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga í gildi sem situr í hafinu og þegar sá massi breytist þá mun það byrjar að hopa hann liggur meiri í svona eins og skál og við þekkjum það við skiljum að þegar ísinn fer ofan í dýpra vatn þá kelfur hann hraðar, þá missir hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpara vatn og það er svona eins og þá eykst hraðinn á breytingunum, fer í dýpara vatn, þá missir hann þá fer hann í ennþá dýpara og þá missir hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting. Stigmögnun. Já, og það er það sem við köllum vesturhluti Suðurskautslandsins sem situr ofan í sjónum. Austurhlutin er meira svona eins og Grænland, ísinn situr upp á landi. Hann ýtir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig þegar ísinn bránar þá lyftist landið upp. Og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það er það sama, það hefur þyngdarkrafts áhrif á hafið þegar Grænlandsjökull missir ís. Þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar, það er þyngdarkrafturinn sem togar til sín vatni og þetta er svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og það var nefndi hjá mig Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út hversu mikið áhrif það hefði ef að þetta tog, þegar það minnkar, jökullinn minnkar, togið minnkar, að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum. Þannig að sjávarstaðan ekkert bara að hækka jafnt alls þar, heldur hafa þyngdarkraftin og hafstraumannir, en þyngdarkrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við Höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim meiri eru þessi áhrif. Til viðbótar náttúrulega sömu þyngdarkraftsáhrif á Suðurskautslandinu og þau hafa náttúrulega öfugt, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandið en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út. Og sérðu fyrir þér að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega á hvaða tímaskala? Bara yfir höfuð, svo getur spurt ekki á hvaða tíma. Já. Þetta gæti, þannig að allir jöklar á jörðinni myndu hverfa. Er það mögulegt? Já, það er góð spurning. Já. Við getum, þegar það var kaldara síðast, þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna. Þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu norður Ameríku og Skandinavíu og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfið, ég held ekki í jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg. En það er mjög líklegt að mikið af þessu gerist. Já, og það sem ég tók þátt í að skrifa 7. skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Og þar einmitt verið að vinna með að skilja þessar breytingar og matreiðar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir. Og þar tímaskalinn bara fram til loka þessarar aldar. Og það var komið 5 skýrslur og nú kom svo 7. Og það var í rauninni svona fyrsta skipti sem að við horfum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300. Og það getur verið allt á bylunni 6-15 metrar. Og það er náttúrulega ekki 60 samtal, þannig að ég hugsa að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert, að setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman. En ef við hugsum okkur að við sitjum árið 2300,
þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar, hana kringum 2000. Þá skildu þau, og þetta skrifaði hann á minningarskildi fyrir jökul. Þetta fólki hana í kringum 2000, þau vissu hvað var að gerast. Það gerðu það samt. Þau vissu hvað þurfti að gera. Og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur hafi tekist það. En það sem að þau muni segja að hana 2000, þá byrjaði sjávarstaðan að hækka. Og það mun eiginlega ekkert stoppa það, því að hlýnunin sem hefur orðið núna það byrja 1,1 gráða, og hún hækkar í rauninu, hún er svolítið breytileg, en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir iðnbyltinguna, að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að bráðna og það er rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni, hversu hratt og hversu mikið minna sjávarstöðuhækkunin verður. Og það verkefnið bara stækkar alltaf. Því lengur sem við drögum að draga úr losuninni, því harkalegri þarf þetta samdrátturinn að verða. Já, það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið, við erum búin að ákveða það og það eru margar ástæður, súrnun kóralrifja, bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bráðnun jökla og ýmsar aðrar ákefði ofsaveðri að aukast með hlýnuninni. Þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar. En við skulum gera allt til að það verði bara 1,5 gráða, að því það er betra fyrir okkur. En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma, að það veit náttúrulega að maðurinn er brisk mannverða. Það sem ég, svo stendur í Biblíunni held ég, það sem ég átti að gera, það gerði ég ekki. Og það sem ég átti ekki að gera, það gerði ég. Okkur hætti til þess að vera þannig. Það er svo margt sem að, jafnvel þó að við vitum að það sé ekkert gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja. Og er á leiðinni að hætta. Já. Og við erum á leiðinni að draga úr losun. Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykti, ég held að það eru nokkur ár síðan. En af hverju ætti ég að byrja á því akkurat í dag? Get ekki bara gert það á morgun? Það er með reykingarnar. Og sumuleyti er þetta sambarilegt. Að það er ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig. Að þú gerir eitthvað. En þá er það líka of seint. Það er komið í lög á Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur tekst það er spurning. Við ættum svo sem að geta gert það. Við ættum að geta gert það. Ef einhver getur gert það, þá er það við. Eitt að aðeins loftslagsbreytingarnar að þó að hitastig í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú bara ágætt fyrir Íslendinga, en þá er staðan svo að hitastig mun ekki hækka á Íslandi heldur lækka. Það fer eftir hvað verður hafstraumana. Og hitastig hækkar náttúrulega ekki jafnt alls staðar. Nei. Það hækkar meira á norðurheimskautinu vegna þess að þar er áhrifin af endurkastinu. Þar er land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni, það er ekki snjór lengur. Og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það er bæði snjór og svo hafísinn líka. Að hafísinn endurkastar mikilli orku, endurkastar sólarorkunni, en ef það er dökkt yfirborð hafsins, að þá drekkur hafið í sig þá orku. Þannig að hitastig hækkunin er 2-falt og jafnvel 3-falt meiri á norðurheimskautinu. Það ætti að vera meiri hér, en ef hafstraumandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta sólargeislunum bara aftur út, sem að væri nú gott fyrir okkur að hafa aðeins líka. Það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhverju leiti er það náttúrulega minni beit, en það er til dæmis á Skeiðarársandi má sjá svona sjálf sprottin skó og líka minnst allt annað að sjá Norðurlandshálendið heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og unglingur sko. Er það ekki bara lúpína? Já, lúpína og bara, það er bara gerbreytt sko. Og það er líklega eitthvað út að hittast í. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi en áður og rættu það við vistfræðingar og líffræðingar. Það eru mikla breytingar og sumt er jákvætt, sumt er ekki svo gott. En þú heitlaðist á jöklunum áður en að þú fórst að hugsa hlýnun jarðar. Og það er eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert, hvernig þeir hreyfast
og ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstöðar lífverur, eða hvað? Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já. Þannig þegar maður tala um eldfjallafræðingana, þá eru þeir eins og við sé alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall. Að tala börnin sín kannski, já. En jöklarnir eru svona svolítið eins og færiband kannski, við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórinn bráðnar ekki sumarið eftir. Og þannig þetta skaflinn í Esjunni. Einmitt. Og ég er nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skaflana sem að auga mitt er vant að sjá. Og þannig að það eru einmitt skaflinn í Esjunni og fleiri staðir þar sem að bara ásýnd landsins hefur breyst. Sumarið var of stutt til að bregða. Já. Þannig að þar myndast jöklarnir og þá geyma þeir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá lokast inni. Þannig að jöklarnir verða svolítið eins og bókasafn líka, að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrarúrkomu ofan á og þannig verður Suðurskauðslandi til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull. Þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem boraði með Dönum ofan í Grænlandsjökull og þeir komust niður 3 kilometra og það er 130.000 ára saga í Grænlandsjökli. Þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo gerast breytingarnar hann flæðir hraðar. Suðurskauðslandið er miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En svo þegar jöklarnir eru orðin nógu stórir, eða þykkir, meina ég, að skaflinn verður nógu þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórinn þéttist og verður að lokum ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökul. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökull sem er í jafnvægi við loftslagið, ef við hugsum okkur svo, og við vitum að það er náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en gerum það á hugsunartilraun að það sé eitthvað ákveðið loftslag og jökullinn aðlagast að því loftslagi. Þá er hann svona svolítið eins og færiband og það snjóar yfir hann allan. Yfir sumarið þá bráðnar allur snjórinn á neðri hlutanum, en einhverja vetrasnjórinn verður eftir á efri hlutanum. Og svo flæðir ísinn niður og ef hann er í jafnvægi þá flæðir það Hvað er með ísinn flæði? Hann bara skríður niður eins og hunang. Þannig að hann hefur ákveðna hann bráðnar við jörðina og það sem er halli þá rennur hann niður. Það líka. Og þá rennur hann niður í loftslag þar sem hann mun bráðna. Já, þannig hann er eiginlega fórnað sér þetta. Já, það er tvennt saman. Hann getur runnið á yfirborðinu en hann hnígur líka undan eigin þunga eins og bara hunang. Já. Þannig að hann rennur svona. Já, þú veist, hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna. En svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það botnskrið. En hann hnígur og svo skriður hann fram. Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið í jöklana. Já. Með virkjunum okkar. Við notum vatnið úr jöklunum, já. Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur allt þetta rafmagn? Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu og það er gríðarlega úrkoma. Jökuls er það að þú getur bara búið til rafmagn í rigningatíð. Já. Hvernig er nú þurrkatíðin á Íslandi? Er einhver þurrkat? Það er engin svona monsún hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett. Það verður alltaf úrkoma. Hvort nú fættir svona snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjanirnar. En sko virkjanirnar eru byggða bara með 50 ára áætlun. Þannig að þeirra plan er bara að vinna í 50 ár. Er það ekki bara svona efnaðslega, bókhalslegt atriði? Já, kraftilega. Ég held að allir í Landsvirkjun horfi á það þegar þeir eru búnir að greiða niður skuldirnir að þessu, þá er þetta bara malar þetta gull án fjárfestinga. Já. Því það er ekkert svo dýrt að viðhalda virkjununum. Nei. Ekki svo var verið að byggja þær. Nei. En það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir. Við þurfum ekki að flytja inn olíu til að brenna hana og búið til rafmagn. Þannig að það er mikil gæfa að okkur tókst að virkja fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búið til okkar orku. Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlýnun jarðar með því að búa til vistvænni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjun situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf verðmikið að geta búið til Ættu þú rafmagn. ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar, Já. að þú ættir eiginlega að óska þess að það yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að Landsvirkjun myndi falli í verði. Það var eiginlega betri þróun. Já, þú gerir mér upphugsanir núna. Ég er að spyrja hvort að, og ég er eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar. Hugsar það í þínu eigin daglega lífi? Já. Og ég reyni allt sem ég geti til að minnka kolefnisfótsporið mitt. Já. Og það er í rauninni verkefni okkar allra að minnka kolefnisfótsporið. En þá segja sumir, það breytir nú ekki miklu hvað ég geri. 1 af 9 milljörðum. Já, það er auðvitað að hugsa alls konar, en við höfum áhrif. Bæði það sem við gerum og þau áhrif sem aðrir sjá af gjörðum okkar. Þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð og þannig að sjálfbærni er ekki það sama á að vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus er bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni, en í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær, bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu, heldur endurnýta allt. Af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það, helst á hverjum degi. Allavega meðan að okkur eru að fjölga mannkyninu, en við erum líklega að ná okkur toppi þar. Já, hvernig það verður? Það er kannski stuttið það. En þú ert að rannsaka jöklana. Jökull er ekki bara jökull? Er Mýrdalsjökull öðruvísi jökull heldur en Vatnajökull? Öðruvísi karakter? Nei, þeir eru búnir til úr sama efni. Já. Það er náttúrulega bara mismunandi undirlag. Mýrdalsjökull hefur fullt af jarðhitasvæðum, þannig að það við kallum það katla. Þannig að það eru svona eins og smá svona hólur í yfirborðinu sem að sýna okkur að þar undir er jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn. Það er nú líka í Vatnajökli, ekki? Það er líka, Grímsvötn er svona jarðhitasvæði og það er með þess að eldfjall og Skaftárkallarnir, þeir eru svona jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar er komin nóg mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup. Já. Og þá flæðir í Skaftá eða í Skeiðará og kemur flóð. En þessi flóð eru þau ekki miklu minni núna en var áður? Mér finnst það kannski var bara meira látið með þetta þegar ég var barn og unglingur. Og það sem að gerðist var eftir... Það er bara einu sinni sem að þurfti að rjúfa fyrir nokkrum árum. Þá þurfti að rjúfa veginn. Já, hvað heitir áin austan við Mýrdal? Heitir hún Skálm? Já. Ég er búin að gleyma því núna. En það var komið nokkur jökulhlaup austan í Mýrdalsjökli. En það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði. Þar er stöðuvatn undir jöklinum og við eigum sögu af því hvernig vatnshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af vatni bræðslu vegna eldgosins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð þannig í nóvember, það býða allir eftir flóðinu og það býða eftir sér en það kom hann í nóvember og einmitt eyðilagði brú sem er það ennþá, maður getur séð hann að það var mikið afl sem að bara vatt upp á hana. Já, og eftir það þá var eins og stíplan í Grímsvötnum hafi eyðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn. Þannig að þessi tilfinning sem þú hefur er að nokkru leyti rétt að nú bara kemst vatni fyrr út af því stíplan er heldur lausar í sér. Þannig að hlaupin úr Grímsvötnum hafa orðið aðeins minna rúmmáli. Það næri ekki að safnast eins mikið. En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi er eitthvað svona karakter munur á þeim? Hvernig þau hegða sér og... Já. Það fer kannski mest svona stærðarmunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir Hvilftarjökull og daljökull og svo eru ískvel og þá getum við sagt að jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar grafa út og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir þannig að þeir hylja stórt hvel, þeir eru svona hvel
Svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru í rauninni framhald af ískveljunum. Og þá er hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en Daljökull, en minni heldur en ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökull og Suðurskautslandið. Þannig að það eru svona stærðarmunur, en svo er náttúrulega líka hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn, eða hvort þeir eru, við kallum það þýðjöklarnar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg niður á botn. Og það er vegna þess að loftslagið hér er bara ekki það kalt að vetrarkuldin, hann í rauninni kannski ekki gufar upp, en hann leiðist út yfir sumari. Þannig að allur ísinn á Íslandi er við bræðslumark. En jöklarnir á Svalbarða og í Grænlandi, þeir eru undir frostmarki. Og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi, ef þú geymir það inn í ískáp, þá rennur það ekki eins hratt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofuborðinu. Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til. Þá varst að tala svona að því að við höfum tækifæri á því að vera kolefnishlutlaus og getum við með sjálfbæra orku. En varðandi svona jöklaransóknir og svona, er eitthvað, vitum við eitthvað meira en... Hvað sem við vitum er... Eða eigum við sögum lengri rannsóknir? Eða? Já, og við höfum líka mjög mikið af góðum gögnum. Sem ná langt aftur í tímann. Og við búum að því að Helgi Björnsson byrjaði hana með ísjána. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar af þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við notað til að sannprófa gervihnattamælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði NASA, Vestanhafs og svo ESA, Evrópsku geimstöðin, Space Agency, geimferðastofnunina, sem senda út gervihnatti og þeir vinna saman, það eru til gervihnatti sem heita ISAT og Cryosat og þeir eru að mæla og íslensku jöklarnir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar. Vegna þess að út af þessar sögu sem er til. Já. Og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til uppáfs, 1992 voru fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli, 1988 voru byrjaðar að gera afkomumælingar á Hofsjökli og 97 á Langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við Landsvirkjun og Landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og Jöklararannsóknarfélagið gerur okkur kleift að komast á jöklana. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það er til heimasíða sem er áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla. Förum á vefsíðuna Show Your Stripes og getur við valið heimsálfu eða land og borg og ef við förum á fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastigbreytingar frá því fyrir innbyltinguna. Og þá sést að það var svolítið hlýrra í 1930, 30-40 og þá var... Fram yfir 60. Já. Það var svona þegar ég byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna. Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að leika sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko. Það var 1960 til 80. Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka. Já. Þannig ef þú ferð á síðuna Show Your Stripes, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýrra hann í 1930, svo var kaldara. Það var bara nokkuð kalt, 60 til jafnvel 2000, svona 1995 að því við höfum mælingarnar af jöklunum, að fyrir 1995, að þá var svona svolítið sveifla, þá voru þeir í jákvæð afkoma þeirra, afkoma þeirra var jákvæð, en eftir 95 þá hefur afkoman verið neikvæð. Og Helgi Björnsson hefur sagt, þetta er bara svona eins og bankareikningur. Þú leggur inn á veturnar og svo ef þú tekur meira út á sumrin, þá er neikvæð afkoma. Klárast þetta kannski eitthvað tíma. Og þá að sama tíma sjáum við að hafstraumarnir fluttu hlýrra loftslag hingað. Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastigi í kringum Ísland. Þannig Golfstraumurinn gaf okkur meiri varma þá. Ég er ekki alveg viss, þú voru að spyrja haffræðingar, en hitastigi í hafinu hækkaði 95, við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en þær sýna okkur að það hlýnaði og jöklarnir bregðast alveg strax við því. En jöklarnir er ekki að hafa áhrif á okkur, hvort það sé hlýtt eða kalt, þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem við verðum varfið. Já.
eins og það var miklu kaldara þegar ég var barn, sko, það var svona slitta, svona, svo maður var alltaf votur, sko, því að það bara rann ekki í burtu, kalda regnið. Já. Það rann mann eftir tíma, ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara árum saman, sko. Nei. Herðu, en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvern veginn jökullinn og svo himinninn og... Já, og vera á skíðum og einmitt og... En þetta næstu ekki neitt. Nei, þetta hvítt. Þetta landslag sem kemst næstu að vera ekki neitt. Þetta bara hvítt blað. Hvítt blað. Og blár himinn helst. En sem að kemur stundum. Já, stundum kemur blár himinn. En það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg? Já. Og logn? Logn. Allavega svona, ímyndi mig, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvítt hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magna á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við búin að keyra allan daginn eða vera á snjósla, slekkur á og þá sko dynur á hérna hljóðhimninni þögnin sem alveg meirháttar. Því þetta ekki fuglar að, það enginn að trufla. Og ekkert vatnsrennsli, ekkert. Herðu, Guðfinna, gaman að fá þig hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein. Takk fyrir. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is